Þannig að nú ætla ég að fara yfir verkefni 1 og í sambandi við það bara ræða þetta námsefni vikunar og það svona mestu leyti, það allt námsefni sem komið núna á að vera nægilegt til þess að leysa þetta verkefni. Við munum samt halda áfram í næsta tíma ásamt því að byrja hugsanlega aðeins að tala og skoða námsefni sem þar. En svo kemur verkefni 2 og það mun þá byggja á námsefninu sem í verkefni viku 3 og í viku 4. Þannig að það svolítið takturinn. Þannig að ef þið fylgist með og lesið námsefni og svona, komið tíma þá heyrið þessu orð og getið spurt. En ef þið byrjið síðan á verkefninu bara 3 dögum fyrir skil, þá alveg 2 vikur af efni sem þið þurfið að fara yfir sem ég gerir ráð fyrir því að sé búið að vera að skoða. Þannig að þetta bara svona, hafið það í huga að þetta alveg, ég gerir ráð fyrir því að það sé búið að skoða þetta. En ég ætla líka að hjálpa ykkur. Þannig að hérna verkefni 1 og við ætlum að rifja upp bara hvernig og hvaða verkfæri og þetta sem við vorum að gera með Fortune 1. Og það með talið HTML og CSS, hvernig að skrifa það. Við ætlum að æfa okkur í og skoða þessa ósamstilltu asynchronous forritun með Node.js og notkun á modulum. Þannig að við ætlum að búa til modula og við ætlum að vera að importa og exporta inn í forritið okkar og nota það bara til að skipta upp forritun okkar. Svo ætlum við að búa til test til þess að staðfesta bara í einrúmi að hver og eina af þessum virkni okkar sé í lagi. Og við ætlum að setja upp, og það kemur með leið til þess að keyra þetta á GitHub, við ætlum að skoða það eftir. Og svo ætlum við að vinna með gagnastruktúr sem á JSON formi, data structure, og að staðfesta validation eða svona import á gögnum. En verkefni það alltaf gaman að finna upp eitthvað svona verkefni sem svona tiltölulega opin en tiltölulega specific. Þannig við ætlum að vera með einhverja boltaíþróttadeild og við erum með einhver svona, það eitthvað kerfi sem að skaffa okkur gögnum bara leikdegi, þar sem við fáum út hvernig leikirnir fóru. Og við ætlum að lesa þetta og birta vef sem sýnir þetta. En þarna mætti bara skiptis út. Ég ætla að gera, önnur svona verkefni hafa verið, ég ætla að dumpa gögnum úr kennsluskráni í HÍ, það verkefni frá því fyrra. Hitti fyrra eða þar áður vorum við með, ég ætla að vera með greinasafn eða blogg sem markdown skrár á disk. Ég ætla að keyra það inn og ég ætla að búa til í raun vef svona út frá því. Og allar þessar lausnir, sínlausnirnar til og í raun kynninga á þessu öllu. Þannig ef þið viljið fara aftur í tíman og skoða ykkur önnur þá getið þið gert það. Eigum við að nota þessi gögn eða megum velja? Þið eigið að nota þessi gögn, nema ef þið viljið tala við mig og nota ykkur eigin gögn og aðeins customize ykkur að ykkur, þá megið það líka. En talið við mig áður. Af því að það svona, þetta ekkert flókin gögn, en þau eru samt ekkert einföld. Og það svolítið svona æfingin. Hvað eru gögn? Hvað super filosófísk spurning. En hérna þetta svona skilgreining á því, við skoðum það aðeins nánar á eftir. Og við ætlum ekki að breyta þessu, þannig að við erum að gera ráð fyrir því að við erum að skrifa í forrit sem á bara að virka. Það á bara að virka inn í framtíðina. Við erum að gera eitthvað, svo munum við bara fá fleira og svona og þetta mun vera keyrt. Þannig að við erum ekki að aðlaga þetta nákvæmlega því sem við viljum. Það svona sem við vorum að gera í vef Fortune 1. Þar byggum við bara til statískan vef sem varð ekkert breytt. Það var ekkert forrit sem uppfærði eða gerði eitthvað sjálfkrafa. Við skrifum hvern einasta HTML staf svona yfirleitt og gáum það út. Þetta við með eitthvað sem dýnamískt breytist. Og það að við búum til forrit sem býr þetta til í þessari dist möppu og þar ætlum við að búa til 3 HTML skrár, index, leikir og staða og sem hérna mætti nú vera bæta við að þær eiga líka tengjast saman, þannig að það vera eitthvað svona navigation sem fer með okkur á milli, þetta bara vefurinn okkar sem við ætlum að skaffa á okkur. Síðan, þannig að við erum í raun og veru að búa til forrit sem tekur gögnin úr datamappunni og varpar þeim yfir í viðmót sem í þessari distmappu. Þannig að við erum bara að varpa einu mengi annað. Það finnst gott að hugsa það svoleiðis. Síðan ætlum við að búa til test og við ætlum að skrifa test fyrir í raun ákveðna parta í þessari lib-möppu þar sem við hugsa þetta eitthvað svona library sem við erum að búa til sjálf. Við erum að búa til okkar eigin einingar þar og við ætlum að hafa test og þau eru gefin í raun einhver grunntest og við ætlum að hafa line coverage upp á að minnstu kosti 50%. Skoðum þetta nánar eftir. Þannig að þetta þessi lib-mappa og það þarf ekki þá að tiltaka það í forritskóðunum sem að lesa af disk og gera, því að skoða þessu eftir af hverju það flókið.
og ef þið skrifið eitthvað kóða fyrir framenda, þú veist, ef þið viljið gera eitthvað dúlur í þar, bara fæn, en þið þurfum ekki að skrifa neinn test fyrir það. Við ætlum að lesa þessi coverage gögn sem við skoðum aftur eftir og þau eru í þessari coverage mappi og hún er hunsuð í gitignore. Það er gefið leiðir til þess að keyra, svona keyrum við þessi test og keyrum með coverage, það er líka skrift sem gerir þetta, ég mun fara yfir þetta allt aftur á eftir. Svo erum við sett upp GitHub Action og GitHub Action er þetta, ok, ég er búinn að skrifa ykkur test, ég er búinn að setja upp ESLint, en úps, ég glemdi að keyra það áður en að ég sendi forritið mitt yfir á GitHub. Þá er GitHub Actions leið til þess að búa til róbota sem gerir þetta fyrir okkur. Hann segir bara eitthvað, þú ætlar að láta lit standast, það gerir það ekki, rautt X eða grænt checkmark ef það er í lagi. Og þetta er rosalega mikilvægt þegar við erum að vinna í hóp og við erum að passa upp á það í raun að kóðun okkar sé að halda einhverju ákveðnu svona heilsu level eða svona, það er svona ákveðið hygienic level eða svona, við notum tannþráð í þessum codebase. Og þetta getum við í raun, þetta er bara sér forritunarmál, þannig séð, sem notar YAML sem er ákveðið svona gagnastruktúrsmál, keimlíkt og JSON. En ég gefi ykkur þetta allt, þannig þið þurfum bara að passa upp á að þetta keyri og að þið fáið grænt check áður en skilið. Það er svona grunnurinn, en svo þurfum við náttúrulega líka að uppfylla hérna 50% og þau séu með einhver test. Svo er útlitið mjög einfalt, bara eitthvað alveg bara, þú veist, Times New Roman og bara, þú veist, responsive og bara mjög einfalt. En samt sem áður að fylgja þessum grunnreglum okkar, þú veist, notum semantískt HTML, gerum þetta responsive og þú veist, hugsum þessa hluti sem við fórum yfir í Web41. Og svo er þetta, við ætlum ekki að smíða HTML-ið beint bara inn í einhverja punktur í HTML-skrá, við ætlum að búa til forrit sem býr til HTML-ið. Þannig að það er þetta nota þessi sniðmót. Og þetta er svolítil handavinna og eitthvað sem við munum að gera hér og svo munum við sjá tól sem gera þetta auðveldara. Svo er þetta uppsett fyrir Node 20, það er hægt að nota NPM eða Yarn, ég nota NPM, þið getið að þið viljið prófa Yarn, það er annars svona package manager, hann er bara og að svipa, bara aðeins öðruvísi. ECMAScript modules, það er uppsett ESLint og stylint. Þið megið breyta út frá þessum reglum með því að breyta stillingunum þá í RC-skránum, það er að segja í stillingaskránu sjálfi, ekki vera að setja ESLint disable line, bara svona smá aga hérna. Og svo ætlum við að setja þetta upp á GitHub og tengja GitHub við Netlify, þannig að þegar við pushum og þetta er komið, að þá bildist þetta út og verði vefur sem við getum skoðað. Og svo er bara matið hérna, það er svona viljandi tiltölulega svona, þú veist, þetta bara rýmir við þetta hérna fyrir ofan og það er svona smá rými hérna innan þess að fara yfir. Þannig að lesagögnin og birtingagögnunum, það er mikilvægast. Byrjum á því, samhliða, skrifum test, getum geymt útlitið þangað til í lokin, jafnvel sleppt í, af því að þú veist, það er alveg smá partur af verkefninu og er svona meira upprifun af parturinn og þetta og þannig að þetta er líka í mikilvæg þessu röð hérna. Skilum þessu, þannig að við höfum alveg rúman tíma til þess að vinna þetta, en svo byrjar þetta tikkin á 2 gegna fresti. Þannig að það er svona aðeins, ja, það eru 2 vikur pluss 2 dagar sem við höfum alltaf í verkefnin og byrja fyrir setna. Og þess vegna ætla ég bara núna að byrja með ykkur. Svo aðeins sem ég fór kannski ekki yfir í seinasta tíma, en sérstaklega ég fór yfir ef þið eru að vinna þetta saman, bara í fínulegi, mæli með því að vinna þetta saman í hóp og að tekla verkefnin, en skrifa samt einhverja eigin lausn. En ef að þið notið aðstoð frá einhverju stóru málningarni, eins og ChatGPT, og það er bara eitthvað, já, ég generitaði þetta allt frá ChatGPT. Veit ekki alveg hvernig þetta virkar, en þetta virkar. Já, þú veist, tiltækið það. Þú veist, það er, þú veist, ég vil frekar vita af því að þið séu að nota þetta og að þið, þú veist, í hverju þið eru að lenda og þið notið tólið betur en að þið séu að nota þetta blind í einhverju svona smá svona eitthvað svona ég ætla að nota þetta til þess að leysa verkefnið. Af því að, þú veist, þetta eru tól sem er komið til að vera og það er miklu betra að skilja hvað er að koma út og skilja hver eru hætturnar við að nota þessu tól og bara verða betri að nota tólið en að nota það blind og reyna að fela það. Svo er þetta bara verkefna og þetta sem var og ég gaf út útgáfu 2 hérna með aðeins betri lýsingu og uppfæri aðeins gefin gögn bara í gærkvöldi. Þannig að núna er þetta verkefni bara officially sett fyrir
og ég ætla að byrja núna aðeins bara fyrkt í því. Nema því að hafa einhverja spurningar varðandi þetta. Ég var að spara hvort þú með þeim smá pás að Já, ég ætla einmitt að stinga upp á því. Ok. Eitthvað annað? Voru eitthvað búin að kíkja á þetta? Voru eitthvað búin að kíkja á verkefni frá því fyrra? Þínu verkefni frá því fyrra? Já, og hitti fyrra. Ég skildi ekki alveg GitHub struktúrinn en ég skil hann núna. Já, það er method to the madness. Ok, herru, tökum þá smá pásu.